Ég verð að viðurkenna það að í mörg ár þá skammaðist ég mín fyrir hvar ég var að vinna. Ef fólk spurði mig hvað gerirðu, var ég svolítið treg að segja það að ég inni við umönnunarstörf. Og ég eiginlega veit ekki af hverju því að þetta er svo mikilvægt starf. Svo gefandi að ég bara er búin að finna mér nokkuð vel í því. Enda búin að ílengjast í öll þessi ár. Ég er búin að vera í og með hérna í 14 ár. Erfiðasta við starfið er að þetta er vaktavinna og ég er að vinna alltaf aðra hverja helgi og stundum á nóttunni og þannig að þá er maður ekki heima með fjölskyldunni sinni, svona þessum klassísku tímum. Við erum að vinna alla daga ársins. Við lokum ekki á aðfangadagskvöld eða á gamlarsdag. Við bara skiljum fjölskyldun okkar eftir heima. Undirmönnun, hún getur verið mjög svona slítandi þegar það er undirmannað marga daga og jafnvel vikur í senn. Og þá er maður kannski að vinna á við 2 dag eftir dag. Suma daga komumst við varla í pásu því að það er bara stöðug hlaup. Þá þurfa þeir sem eru á vaktinni að jafnvel sleppa þá hlutum. Þá á kannski að fresta því að baða einhvern eða einhver fær ekki að fara á fætur af því að það er ekki starfsfólk í það að koma honum á fætur. Það er búið að vera núna í nokkur ár og það má ekki ráða inn einn í meira en 80% vinnu. En 80% vinna ætti að vera 4 vaktir í viku, 4 8 tíma vaktir í viku. En til þess að svara mönnun og þá er sumum vöktum skipt í 2. Þá þarf fólk að mæta oftar til að skila vinnuskyldunni sinni. Þannig að það eru margir sem að þurfa þá jafnvel að mæta álíka oft og ef þeir væru 100% vinnu. Já, það getur verið erfitt fyrir marga að ná endum saman í 80% vinnu, sérstaklega fólk sem er á leigumarkaði og er með börn. Og þá náttúrulega kannski væri freistandi að fara í 20% vinnu einhvers staðar annar staðar. En mér skilst að maður get ekki unnið á 2 vinnustöðum hjá Reykjavíkurborg. Það sé bara ekki í boði. Það sem er mest gefandi við starfið mitt, það eru þessi mannlegu samskipti. Kynnast þessum ólíku einstaklingum, fólk kemur allstaðar að og það er allur skalinn. Það er fólk sem hefur lifað við sárafátækt og fólk sem hefur haft það mjög gott í gegnum ævina. Og heyra allar þessar mismunandi sögur og kynnast einstaklingunum, það er alveg ómetanlegt. Það náttúrulega fylgir bara þessari vinnu að við erum að sinna oft frekar veiku fólki og þá þurfum við að kveðja og oft er maður búin að bindast fólki tilfinningaböndum. Maður byggir upp smá skráp, því annars væri maður held ég bara alltaf með brosti í hjarta. Já, á morgun er gamlárskvöld og þá eru allir klæddir upp í sitt fínasta pús og það er boðið upp á betri mat kvöldið og sumir hverjir horfa saman á áramótaskaupið og svona það er reynt að gera sér smá dagamun.